Komið sæl aftur, vegna bilunar á sendi verða fréttir sjónvarps í kvöld af óveðrinu fyrir norðan nú endurteknar. Norðan áhlaupinu fyrir norðan hefur nú linnt í bili að minnstakosti en enn mikið verk óunnið við að bæta þann skaða sem veðurhamurinn olli. Já, hann blæs ekki sérlega blíðlega okkur hér fyrir norðan þessa dagana. Það að vísu ekki mikið fannfergi enn sem komið en þessu veðri hefur fylgt mikil ísing. Það þýðir það að raforkulínur hafa hreinlega kubbast niður rétt eins og tvinnarspottar. Þessi lína sem við sjáum hér háspennulínan frá Laxá til Akureyrar. Hér liggur hún niðri með jörðu á löngum kafla. Það má gera ráð fyrir að taki þó nokkur marga daga að koma Akureyrarlínu í gagnið. Það tekur trúlega eitthvað skemmur með sveitarlínunar. Það fara það bili 5 megavött frá ykkur þessa stundina. Hvað ætti það að vera að öllu eðlilegu? Öllu eðlilegu ætti að vera 20 megavött. Já, það næg orka í Laxá, en vandinn hefur verið sá að undanförnu að koma henni til neytenda. Tíma voru heilu sveitirnar í myrkri og kulda, en harðsnúnu liðilínumanna hefur tekist að laga ástandið. Ekki þó enn lokið við að gera við línuna frá Laxá til Húsavíkur, en vonir standa til að viðgerð ljúki í kvöld. Þá hafa húsvíkingar búið við raforkuskort í 3 sólarhringa. Þar díselrafstöð, en hún dugir ekki nema fyrir hluta bæjarins, þannig að þar þarf að skammta rafmagnið. Brotnir staurar í dreifikerfi rafveitnanna á Norðurlandi skipta hundruðum, þannig að það verður mikið verk að koma öllu í samt lag aftur. Það vafalaust margir dagar sem hægir þetta. Alveg örugglega eitthvað fram eftir næstu viku. Verður jafnvel verkefni sumarsins að koma þessi endanlegt horf? Það alveg ljóst að það heilmikil vinna við að koma þessi í gang aftur í eðlilegt horf. Það gríðarlegt verk sem liggur fyrir því. Í Reykjahverfi raforkulínan í henglum og flestir bæir þar rafmagnslausir. Þar hafa bændur látið sig hafa það að handmjólka kýrnar ef litlar díselrafstöðvar eða annar varabúnaður hefur ekki verið til staðar. Við heimsóttum Sigríði Jónsdóttur í Klömbruseli. Búið að vera lengi rafmagnslaust hér hjá ykkur? Já, það búið að vera núna í 2 sólarhringa. Orðið kalt? Já, ekki svo mjög. Við erum með, eins og ég sagði hérna, kósaðan gas sem við erum að færa hér á milli herbergja, svo við svona þolum þetta. Og þurfum við að elda við kósagas? Já, það sem við eldum. Við gerum það nú sem minnst. Nú kúabúskapur hér á hinubúinu, þurfum að menna handmjólka þar? Já, nú þurfum við að handmjólka það. Og kunna með þá kúnst þá? Já, elskar mig góð, þetta ekki svo langt síðan að þetta. Það kunna allir að mjólka svona, eða fullorðna fólki með svo kústi. En það getur orðið bið á því að það komi straumur aftur á í Klambraseli. Hér það eina sem eftir af einum staurnum og hér fyrir aftan mér eru margir staurar brotnir í röð. Línumenn á Norðurlandi hafa lagt dag við nótt til þess að gera Norðlendingum með lífið bærilegra. Lengst af höfðu þeir þó ekki undan. Í gær barst þeim góður liðsauki kollega frá ýmsum stöðum, þannig að hátt á 200 manns hafa staðið í ströngu við línuviðgerðir. Auk þess hafa hjálparsveitarmenn, bændur og fleiri aðilar lagt hönd að verki. En mannskapurinn ekki verða útkeyrður eftir langvarandi vinnu við mjög erfiðar aðstæður? Jó, menn búin að vera síðan á miðvikudagskvöld sumir með litlum hléðum eiginlega samfellt. Það fengi að fleygja sér aðeins klukkutíma. Þeir eru búin að vinna alveg gríðarlegt verk strákar. Hérna sjáum við hvernig ísingin hefur hlaðist á línuna. Þetta mikið farg á langri leið og þegar vind bætir svo í, þá verður eitthvað undar að láta. Sveitir Eyjafjarðar hafa verið meira og minna straumlausar síðan óveðrið skall á. Markvisst unnið þar að viðgerðum en þær ganga hægt því skemmdir á dreifikerfinu eru mjög miklar. Vonir standa þó til að næstsveitir Akureyrar fái straum fyrir kvöldið en það ljóst að það líða einhverjir dagar þar til allir hafa fengið rafmagn á ný. Samkvæmt upplýsingum Arnars Sigtýssonar hjá Rafmagnsveitum ríkisins. Hans hafði ljóst að tjónið á raflínum í Eyjafirði einum næmi tugum milljóna króna. Það því ljóst að þetta norðan áhlaup hefur kostað rafmagnsveiturnar stórar fjárhæðir. En vonandi sér nú fyrir endan á þessum ósköpum. Þar til í dag hefur ekki verið flogið áætlunarflug milli Akureyrar og Reykjavíkur þar sem af þessu ári. En nú hefur ræst þar úr. En hvað skyldu margir farþegar bíða eftir fari? Í morgun þegar við komum hér til vinnu þá voru hér á staðnum það byrju 750 manns. Eitthvað hefur nú farið með áætlunarbifreiðum og eitthvað hefur hætt við en ég held að sé yfir 700 sem við ætlum okkur að reyna að flytja í dag. Þú búin að bíða lengi eftir fari? Nei, ég átti að panta 3. kvöldi til fyrra dag. Hefur það komið sér illa fyrir því? Nei, mjög vel. Ég var nú vonast til að vera við til þannig á morgun fyrir mista flugin út.
fyrra máli, fengi aðeins lengra jólafrí. Eins og kom fram hjá Gísla voru fyrstu flugferðirnar á árinu farnar til Akureyrar í dag og þó stúlkan sem Gísli talaði við væri sátt við töfuna urðu án efa ýmsir aðrir fegnir að komast ferða sinna eftir að hafa verið veðut eftir dögunum saman. Það var mun betra hljóði í starfsmönnum flugleiða síðdegis í dag en það var í gær, enda búið að saxa verulega á biðlistana sem höfðu myndast frá því áramótin. Ætlunin að fljúga allt í allt 8 ferðir til Akureyrar í dag og í kvöld og hreinsa alveg upp biðlista frá Reykjavík til Akureyrar. Ekki tekst að koma öllum sem hafa beðið á Akureyri fyrir morgun, þar sem að ekki var hægt að nota Boeing 737 vélina til Akureyrarflugsins eins og ætlunin hafi verið vegna lélegra brautarskilyrða fyrir norðan. Í dag voru farnar 3 ferðir til Húsavíkur og síðdegis var flogið til Egilsstaða. Þá var í dag flogið til Patreksfjarðar en ekki var hægt að fljúga til Ísafjarðar né Þingeyrar. Loks má geta þess að flug til Vestmannaeyja hefur gengið samkvæmt áætlun. Hjá Vegagerðinni fengust það fréttir í kvöld að fært var alla helstu vegi landsins en helst var eitthvað að færð við sjávarsíðuna fyrir norðan. 100 manna vinna viðgerð á rafmagnslínum á vestanverðu Norðurlandi sem hafa gefið sig vegna ísingar og hvassviðris. Helgi Á Jónsson fréttamaður kannaði ástandið í Skagafirði í dag. Við erum hér upp í gönguskorðum svokölluðum rétt norður á Sauðárkróki og hér er raflínan út á Skaga. Og hér eru línur sligaðar og hver einasti staur fallinn á löngu svæði og þetta má heita dæmigert fyrir ástandið í þessum efnum hér norður í Skagafirði. Og hér eru menn við mjög erfiðar aðstæður, línumenn að vinna við viðgerður upp í brekkunni fyrir aftan okkur. Það er ísing sem leðst á vírinn og þetta er ísing hérna sem getur náð allt upp í 8-10 cm ummáli og er orðið geysileg þyngd á vírinn og vírinn þolir þetta ekki á hans slitnar og hér á þessu svæði var óskaplega hvasst og voru 12 vindstig hér og menn stóð ekki og bæði á þessu mikla þunga og vindálægi þá brotnar þetta svona niður eins og sést. En sérðu nokkuð fyrir endan á þessu, hvenær lýkur viðgerðum? Ef að veður breytist ekki til hins verra að þá sýnist mér að við ættum að geta komið rafmagn á einhver svæði út við Hofsós og í Fljótum í nótt en sjálfsagt dregst þetta á sömu stöðum og fram eftir degi á morgun og þar til annað kvöld. Talið er að á annað 100 rafmagnsstaurar hafi fallið eða brotnað í Skagafirði. Ástandið í kringum Hofsós, í Sléttuhlíð og Fljótum er svipað og í gönguskorðum og reynda má segja að ástandið hér í Óslandshlíð sé svipað. Hér eru við störf menn frá Landsvirkjun sem komið hafa heimamönnum til aðstoðar og reynda má segja að bændur á svæðinu hafi allir sem vettlingi geta valdið verið kallaði til aðstoðar og sama gegnum björgunarsveitarmenn. Hafa menn einhverja tölu á því hvað mikið er farið af staurum? Já, ég hef ekki nákvæmlega tölu það. En mér sagt að sé bara hérna í Skagafirðinum sé á þó nokkuð annað 100 staurar. Ég veit bara ekki nákvæmlega tölu. Hvað eru margir sem fóru hér í Óslandshlíðinni? Það fóru hérna 15 staurar í röð og það var nú ekki mikil ísing, ekki á þessum sérstakstað en það var ægilegt rok. Á Hofsósi hefur verið ríkjandi ófremdar ástand undanfarna sólarhringa eins og víðar norðanlands. Þar fór rafmagnið á 50-dagskvöld, það kom aðeins aftur skammar hríð síðastina nótt en fór síðan aftur. Hér eru flest húsakynni köld og fólk á í erfiðleikum með matselt og verður að notast við kósangas og notast við birtu frá kertaljósum. Hvaða áhrif hefur svona lagað á heimilisreksturinn? Það hefur mjög vond áhrif á fólk sem er kannski í lasi því að það er búið svo kalt að við ætlum að flýja og maður getur ekki heitt neitt í skápja neitt í þetta er allt í maður þorir ekki að opna neitt þegar svona lengi er frosið. En síminn? Það var að tímabilaðar en svo var það nú ekki mjög lengi og svo sjónvarpið var mjög slæmt í gærkvöldi það sá ekki neitt við það var bara truflan. En útvarp, hafið þið heyrt í því? Nei, við erum ekki með bakteri, við hefum bara klifaskapur sko. Við erum bara með rafmagns sem við hefum ekki neitt. Menn eru kannski svo vanir orðnir rafmagninu að fólk er illa undir svonlega búið? Það er það sem er sko, því við erum rafmagnskyndingu hérna. Sumstaðar er enn rafmagnslaust og hefur verið það í tæpa 2 sólarhringa og þannig er það til dæmis hér á Þúfum í Óslandshlíð. Þetta hefur mjög slæm áhrif og er mjög erfitt allavega þetta rafmagnsleysi því að það eru þegar dauðir 4-5 ungi grísir, nýlega gotnir og getur haldið eitthvað áfram ef þetta verður lengi. Það hefur bjargað í hvað hefur verið frostlust.
Ljósleiðarinn milli Sauðárkróks og Blönduóss enn bilaður en það hefur valdið verulegum truflunum á símasambandi fyrir norðan síðustu sólarhringa. Hádegi í dag komust viðgerðarmenn þangað sem talið að strengurinn hafi bilað sem í Árgili og erfitt að komast að. Nú fyrir stundu bárust þær fréttir að viðgerðarmennirnir væru búnir að einangra bilunina og væri að tengja fram hjá henni og má því ætla að símasamband komist á fyrir norðan eftir 1 til 2 klukkustundir. Það sem síðast að frétta af rafmagnsmálum fyrir norðan að á Norðurlandi vestra rafmagn að komast á Skagaströnd, Langadal, Blöndudal og Svartadal. Víða í Skagafirði má búast við rafmagnsleysi fram til morguns og sömu sögur að segja víða í Eyjafirði. Á Norðurlandi eystra annars það að frétta að Húsavíkurlína komst inn klukkan 6 og rafmagn komið á Húsavík og Tjörnesi. Í dag hafa skemmdir sem urðu á sunnanverðu Snæfellsnesi í norðan áhlaupinu sem gekk yfir aðfaranótt fimmtudags verið kannaðar. Talið að stærsta einstaka tjóni sem varð í norðan áhlaupinu sem gekk hér yfir aðfaranótt fimmtudags hafi orðið hér að Gröf í Breiðuvík. En nú í dag, að morgni laugardags, geta menn loks hafist handa við að lagfæra þakið á fjárhúsinu sem gaf sig því efni til viðgerða barst hingað síðdegis í gær. Og það fór allt jafnið mest allt jafnið að fjárhúsunum og nokkra plötur á fjárhúshlöðunni, einnig skemmdust dyrnar á fjárhúshlöðuhurðinni. Hvernig gekk að fá mannskap svo til þess að ganga í þessa viðgerðir? Það allir boðnir og búnir til þess að hjálpa manni við að smíða þetta aftur. Þótt veðrið í dag hafi ekki verið neitt í líkingu við það sem gekk yfir aðfaranótt fimmtudags var samt talsverður strekkingur á Snæfellsnesi í dag og mjög misvindasamt. En þannig lýsir húsfreyjan í Gröf veðrinu eins og það var þegar vindhraðinn var mestur á miðvikudagskvöld og aðfaranótt fimmtudags. Nú þetta var að sjá heimann úr húsi bara eins og venjuleg norðanátt með bara geysilegum norðaustan svona vindhviðum og þetta feykti bara járninu í burtu eins og spilum. En skepnurnar sem hér á fögrum, þeim hefur gerðið neitt af þessu? Nei, það allt í lagi með þær. Gröf í Breiðuvík yst þeirra bæja á Snæfellsnesi sem við sjónvarpsmenn heimsóttum í dag. Nokkru vestar hafði vindurinn einnig svipt klæðningu af útihúsum í ytri Knarrartungu og hér ræðir Narfi Kristjánsson bóndi í Hoftúni við fulltrúa tryggingafélags sem var að kanna skemmdir bænda á svæðinu. Í Hrísdal lágu plötur sem höfðu losnað af útihúsi Sigurðar Kristjánssonar bónda eins og ráfiðu túnin og einnig þar var endurreisnin hafin. En skildi Sigurður ekki óttast að plöturnar eigi eftir að valda óskunda neðar í sveitinni? Nei, stefnan á því hefur nú ekki verið svona á bæina hérna í kring, það hefur svona heldur færið á milli sko. Þótt bárjánsplötur hafi verið á flugi vítt og breitt Snæfellsnes síðustu daga okkur ekki kunnugt að fjúkandi plötur hafi valdið teljandi skaða ennþá að minnstakosti. Þó hefur varla mátt miklu muna á stakkhömrum. Það fór hérna með þakið á þessu ótilstjörni gamla hérna. Og hvað varð þakið? Og það sveiði yfir húsin hérna og kom svo niður hérna fyrir neðan gamla húsið og brotlendi þar. Það hlýtur að teljast mikil mildi að þakið á Súrhústurni Bjarna skildi vera jafn háfleygt og raun ber vitni á meðan á ferð þessi við bæjarhlaði stóð og áður en það brotnaði í spón handan við húsið. Og hér í svonefndu Egilsskarði endaði för þessa bíls. Hann fauk út af veginum aðfaranótt fimmtudagsins og 3 menn sem í honum voru brugðu á það ráð að skríða tilbaka upp á hálsinn og létu fyrirberast í öðrum bíl sem þeir höfðu skilið eftir þar uppi. Einnig hér fór betur en áhorðist því bíll þremenninganna fór nokkrar veltur áður en hann endaði á réttum kili. Þeir munu þó hafa sloppið án teljandi meiðsli eftir því sem næst verður komist og í dag vann Bjarni Vigfússon á Kálfavöllum í Staðarsveit að því að koma bílnum til byggða. En það voru ekki bara bændur og bíleigendur sem urðu fyrir skakkaföllum í veðurofsanum. Ljóst að huga þarf að viðgerðum á vegklæningun á Snæfellsnesi á nokkrum stöðum þar sem hún hreinlega flettist af. Og þá þessum óveðursfréttum lokið. Við verðum hér aftur með fréttir annað kvöld klukkan 8. Verðið sæl. Munu yfir 130 rafmagnsstaurar hafa brotnað á Norðurlandi vestra. Þar voru margir bæir, kaldir, ljóslausir og mannlausir þegar Ómar Ragnarsson átti leiðum í nágrenni Skagastrandar í dag. Það ótrúleg sjón sem blasir við þegar farið gennum sveitir. Það svo hált og hvasst að ég varð að fara með þessari girðingu og skríða heima þessum bæ.
en þar var ekki nokkur sála. Gluggar allir og dyr, hélaðar og snjóugar og ekki með ræða að hringja rafmagnslausi dyrabjöllu. Svona lítur þetta út bæ frá bæ. Bændur úti að berjast við að reyna að koma einhverju rafmagni á. Og það verður að handmjólka. Það er kalt og dimmt inni, engin ljós á jólatrénu á 13. né heldur 4 síðustu daga þessarar hátíðar ljóssins og sjónvarpsskjárinn starir eins og augntótt út í tómið. Ég hitti Björn Magnússon bónda á Ytrihólfi á jeppa. Það er bara að klæða sig betur. Já, það þýðir ekkert að væla yfir þessu? Nei, það er ekkert að gera við þessu. Já, eru einhverju hérna sem verða að handmjólka kýr? Já, það er hérna á næsta bæ og víðar örugglega. Það fór klukkan 10 á slaginu 10, 2. janúar. 2. janúar, já. Og það er búið að vera sambandslaust síðan? Rafmagnslaust síðan? Rafmagnslaust síðan. Rafmagn er komið á og Skagaströnd er sveitirnar í kring án rafmagns. Jó, það lítur að vera. Ó, eitthvað hluti að þessu. Út á Skaga? Það er ekki okkar til. Það er ekki ykkar til? Nei, ég efast að ná alveg út á Skaga. Komum við hérna á Viktarsborgun. Hvað dagur í dag? Það er sunnudag, 13. Á 50 dag komum við þetta. Hátíð á 50 dag. Og búin að vera aðstæðast að síðan? Já, má segja það. Við erum ekki sjónvarpsíðan á miðvikudaginn. Nei. Og enn voru þeir að þegar ég kvaddi þá. Tuttugu drekkhlaðnir flutningabílar hafa flutt staura, línuvír og annað línuefni Norðurland á óveðurssvæðið frá birgðastöð rafmagnsveitna ríkisins. Á 400 staurar hafa farið norður og 60 kilometrar af línuvír. Eggert Skúlason heimsótti birgðastöð Rarik í morgun. 20. farmurinn fór frá aðalbirgðastöðinni í Reykjavík hádegi. Bíllinn var drekkhlaðinn staurum og ýmsu öðru nauðsynlegu efni til viðgerða á rafmagnslínum nyrðra. Er þetta fyrsti farmurinn sem þú fer með? Nei, ég fór í fyrri nótt á Akureyri, kom í gærkvöldi eftir. Hvernig var færðin? Hún var ágætt. Hvað varstu lengi norður? Ég var 11 tíma norður og 8 tíma í bæ. Góða ferð. Takk fyrir. Starfsmenn birgðastöðvarinnar segjast aldrei hafa lent í annarri eins törn. Staurarnir sem notaðir eru í línurnar eru af mismunandi stærðum og eru sumar stærðir á þrotum. Þverslár eru orðnar af skornum skammti og sama er að segja línuvír, en hvorki meira né minna en 60 kilometrar af vír hafa verið sendur norður. Þá er mjög gengið á ýmiss konar tengiefni sem þarf til viðgerða. Fyrsta daginn fóru 9 farmar, svo eru þetta 4 og 5 farmar á dag, bæði trailerfarmar og svo á vörubílum líka. Þannig að þetta eru örugglega 20 farmar, kannski nær 30, ég veit það ekki. Og þetta er alveg feikilegt magn með ólíkindum. Nú þá má kannski taka það fram að það er skrítið hvað við stöndum vel að vígi. Það stafar að því fyrst og fremst að það eru ótrúlega litlar framkvæmdir á síðasta ári og miklu minni heldur en við reiknuðum með. Þess vegna stöndum við mikið betra vígi, sérstaklega með staura og línuefni heldur en svona í venjulegu ástandi á birgðavöru. Við erum stórheppnir með þetta. En þetta er bara forsmekkurinn, nú er eftir að byggja þetta allt upp. Er þetta ekki rétt hjá mér að þetta sé bara bráðabirgðaviðgerðir? Þetta er sennilega allt saman bráðabirgðaviðgerðir og það þarf að byggja þetta meira á mun upp. Við erum að fara í það núna á eftir til dæmis að fara yfir það hvernig staðan er hjá okkur, hvað við þurfum að kaupa mikið af staurum, slám og svo framvegis. Við getum ekki hafið neina fín vinnu á nákvæma viðgerð á línunum fyrir en kannski ef við fáum efni aftur í febrúar, mars. Enn er víða rafmagnslaust í Eyjafirði og hugsanlegt að sumir bæir verði án rafmagns fram eftir vikunni. Bjarni Hafþór tekur nú við. Í dag hafa starfsmenn rafmagnsveitna ríkisins á Akureyri ásamt fjölmennu aðstoðarliði unnið hörðum höndum að því að setja upp staura og tengja línur þar sem þær hafa rofnað. Allt frá ystu byggðum í Svarfaðardal að innstu bæjum í Eyjafirði, beggja vegna fjarðarins. Bjartsýni gætti í gær að í dag mætti koma rafmagni á allstaðar í Eyjafirði en í ljós hefur komið að sú bjartsýni átti ekki við rök að styðjast. Hrannastaðir er 10 kilometrum innan Akureyrar í Eyjafirði vestanverðum. Ástandið þar er líkt því og er á fjölmörgum öðrum bæjum í Eyjafirði.
Hér mistu menn rafmagn á 50 klukkan 4, þannig að nú komið á 4. sólarhring sem menn hafa ekki haft rafmagn. Að öðru leyti því að menn hafa notað sér díselstöðvar og gas eftir föngum. Orðið kalt í húsinu? Já, það heldur kalt orðið. Hitastig komið niður fyrir 10 stig í flestum herbyggjum. Getum við eitthvað lærdóm dregið af þessari uppákomu sem hefur átt sér stað hér í Eyjafirði? Já, kannski þann helstan að hafa einhvern þann viðbúnað að maður geti brugðist við svona aðstöðum. Eins og eru menn náttúrulega vanir það góðu, vil ég segja, að menn mæta svona löguðu vannbúnir, flestir. Hefur þetta haft áhrif á búskapinn hjá þér? Það er náttúrulega snar fallið niður í kúnum, mjög mikið og þannig séð hefur það náttúrulega haft slæm áhrif. Heldur það verið ekki orðið æði kalt hjá þér miðja viku ef nú fer að frysta eins og að spá þér? Já, ég hræddur það. Ég veit ekki hversu lengi við höldumst í viðbót í húsinu yfir nóttina. Það að verða ansi kalt að fara fram úr á mótnana. Hvað heldur að tjónið sé orðið mikið? Ég get ekki sagt þér það í krónum, en það eru margar milljónir. Tugir milljóna. Óveður hefur einnig geisað á Bretlandseyjum. 13 manns hafa látið lífið á Írlandi. Það var óttast að 10 manns hafi farist þegar að skip frá Möltu sökk við Englandsstrendur í dag. Kristín Helga segir frá. Snarpir vindar hafa geisað Bretlandseyjarnar frá því í gær og í dag barst neyðarkall frá skipi sem statt var skammt suðvestur af Holyhead í Wales. Tankskipið Kimia sem var 1000 tonn og skráð í Möltu sökk skömmu eftir að brotsjór lenti á því og 3 skipverjar fórust. 7 manna enn saknað en breska strandgæslan bjargaði 2. The only problem we had then is that the fact they didn't have any life jackets on and they were just clinging on to buoyancy aids. 14 manns létu lífið í óveðrinu sem geisaði á Írlandi helgina. Þar mældust alltaf 10 vindstig í gær og vindhraði var 160 km á klukkustund. Meðal þeirra sem létu lífið voru 6 svissneskir ferðamenn. Þeir voru í veiðiferð á vestur Írlandi þegar trjábólur lenti á langferðabíl þeirra með þeim afleiðingum að allir létust. Veggur féll á bifreið í Galway á Írlandi í gær og 2 menn í bílnum létust samstundis. Mikið vatnsfall gerði vart við sig í Frakklandi og áin Signa flæddi yfir bakka sína í dag. Og það var víðar sem vatnsyfirborð hækkaði í ám í Frakklandi því í Arden héraði þurftu íbúar að yfirgefa heimili sín í dag þegar áin Meuse flæddi yfir bakka sína. Stöðugt hefur rignt á Frakka í heila viku og ekkert lát á vatnsfalli. Á fundi sem trillusjómenn í Hafnarfirði, Suðurnesjum og Reykjavík efndu til í dag var skorað á sjávarútvegsráðherra að auka kvóta smábáta. Eggert Skúlason var á fundinum. Fundurinn bar fram 3 óskir sem beint var til alþingismanna og þingflokka. Í fyrsta lagi að farið verði eftir lögum fiskveiðar og þá sérstaklega vísa til þess að bátar sem fengu veiðileyfi á árinu 1990 án þess að sambærilegi bátar hafi horfið varanlega úr rekstri skuli ekki skerða aflahlutdeild þeirra sem fyrir voru. Í öðru lagi það ósk fundarins að búin verði til auka aflahlutdeild handa smábátum og loks að smábátar fái rétt hlutfall af þeim kvóta sem til skipta kemur við afnám sóknarmarks. Sjávarútvegsráðherra hafði þetta að segja óskir fundarins. Það kemur mér mjög á óvart að menn skuli setja hér í þessa ályktun að efnd verði ákveðin fastmæli sem sjávarútvegsráðuneytið hefur gefið út. Við munum að sjálfsögðu efna allt það sem við höfum lofað. Að svo miklu leyti við sem höfum ráðrúm til að lofa því. Og mér þykir leitt ef að menn eru með einhverjar efasemdir það. Og mér þykir líka leitt að menn skuli vera að álykta á þá leið að það verði farið eftir lögum stjórn fiskveiða. Túlkunin á öðru atriðinu alveg ljós. Á hinu atriðinu eru lögin eins og ég sagði, þau mættu vera skýrari, en það hefur hins vegar aldrei verið talað annað í þeirri vinnu. Kristinn Pétursson, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, var harðorður og sagði stjórn fiskveiða of langt gengna og líkti kvótaskerðingu á smábáta við eigna upptöku. En hvað segja trillusjómenn sjálfir? Þetta náttúrulega hörmulegt. Hvað skurðurinn hefur orðið hryllilegu, 25% af afla og þetta náttúrulega eins og hefur víða komið fram blöðum og útvarpi og sjónvarpi að
að þetta nægir náttúrulega engan veginn fyrir marga sem að stunda þetta í þessum atvinnum. Það margir sem fara mjög illa út úr þessu. Ef það má segja þetta í fáum orðin þá eru mjög fáir sem eru sáttu við sitt. Mjög margir óánægðir og svo eru dæmi sem eru mjög slæm þar sem menn fá enga reynslu og það liggur alveg ljóst fyrir að við verðum að leiðrétta eitthvað að þessu. Útgerð togarans Runóls frá Grundarfirði stefnir að því að senda togaran á línuveiðar næsta vetur. Skipstjórinn segir það einu leiðina til að fá viðbótarkvóta án þess að kaupa hann á markaði. Línuveiðar hafa einkum verið stundaðar á meðalstórum bátum, 100 til 150 tonna. Línubátar hafa þá sérstöðu að í 4 mánuði á ári, nóvember, desember, janúar og febrúar, helmingur þorsks og ýsuafla ekki dreginn frá kvótanum. Þannig geta línubátar tvöfaldað kvóta sinn þessa vetrarmánuði. Þarna virðist vera glöfa á kvótakerfinu því útgerðarmenn togara velta því nú fyrir sér að hefja línuveiðar. En sjá menn fyrir sér þessa veiðaaðferð stundað á togurum og jafnvel upp í landsteinum. Í nýjasta tölublaði Fiskifrétta kemur fram að útgerð togarans Runóls sé að íhuga að senda togaran á línuveiðar. Haft er eftir skipstjórunum að ekki sé vita til þess að neitt kom í veg fyrir að togarar megi stunda línuveiðar. Runólfur gerður út frá Grundarfirði. Skipstjóri þessa 312 tonna togara Runólfur Guðmundsson. Í samtali við Stöð 2 í dag sagði hann að menn væru nauðbeðir til að hugsa þetta í alvöru þegar kvóti þeirra væri skertur 1200 tonn. Með því að fara á línuveiðar yfir vetramánuðina kvaðst hann búast við að geta fengið alltaf 400 tonna þorski til viðbótar við kvótan. Auk þess þyrfti hann hugsanlega ekki að fara langt til að sækja aflann því línuveiðar mætti togarinn stundin á fjörðum og þess vegna inn í höfninni. Runólfur Guðmundsson kvaðst vita til þess að fleiri togaraútgerðir væru að velta þessu fyrir sér en sjálfur býst hann við að hefja línuveiðarnar næsta vetur þegar búið verður að setja beitingavél borð í togarann. Ítalskar herflugvélar sem sækja áttu útlendinga til Sómalíu í dag þurftu frá að hverfa þar sem ekki var hægt að lenda á flugvöllunum í höfuðborginni Mogadishu vegna bardaga. Átök á milli uppreisnarmanna og hersveita forsetans magnast með degi hverjum. Kristín Helga segir frá. Yfir 400 flóttamenn komu með bandarískum og ítölskum herflugvélum frá Sómalíu til Nairobi í Kenía í gær. Ekki var unnt að sækja fleiri útlendinga til Sómalíu í dag þar sem bardagar hafa harnað til muna í höfuðborginni Mogadishu og ítalskar herflugvélar gátu ekki lent og þurftu frá að hverfa. Gerð var tilraun til að lenda vélunum á flugvellinum við borgina en uppreisnarmenn berjast nú yfirráð vallarins sem enn er á valdi stjórnarhersins. Stór hluti þeirra útlendinga sem komu til Kenía í gær eru Bandaríkjamenn og Ítalir og vörðust þeir allra fregna þegar þeir voru inntir eftir ástandinu í Mogadishu. Oh, you're just the kind of guy who will talk, I thought. Yeah. Excuse me, can you tell me what it's like down there? Terrible. Can I talk to you for a second? No comment. Óvissa ríkir það hvort framlög sem ætluð á fjárlögum til ellilífeyris og sjúkratrygginga dugi út árið. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í fjárveitinganefnd Alþingis segir að heilan milljarð vanti til að ná endum saman en heilbrigðisráðherra hyggst enn eitt árið reyna að spara upp í gatið. Við umræður fjárlög á Alþingi síðustu dagana fyrir jól benti Pálmi Jónsson á að samkvæmt áætlunum sem fyrir lægju væri augljóst að 1 milljarð króna vantaði til að Tryggingastofnun næði endum saman á árinu 1991, 500 milljónir vantaði í sjúkratryggingar og aðrar 500 í ellilífeyri. Það væri ástæða til að spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra á hvern hátt eigi að skera niður lífeyristryggingarnar, ellilaun gamla fólksins, hvort á að gera það með þeim hætti að eigi að borga ellilífeyrinn bara í 11 mánuði því að það er nánast á þann veg að það sem hér er ætlað til ellilífeyrisgreiðsla dugi 11 mánuði ársins. Ljóst er að það vantar stórar upphæðir ef að menn er að tala það að ekkert verið aðgert. En í fjárlagafrumvarpinu, eins og það var lagt fram strax í haust, þá var gert ráð fyrir því að spara í sjúkratryggingunum 500–600 milljónir og það hefur auðvitað ekki breyst. Ef að það ekki næst sá sparnaður, þá má segja það sem að vöntun að ræða. Á nýliðnu ári neyddist ríkisstjórnin til að hækka útgjöld til heilbrigðiskerfisins milljarð vegna vanáætlan á fjárlögum og sökum þess að áætlanir niðurskurð brugðust.
Ég mun gera mitt til þess að framfylgja þeim áætlunum sem ég hef haft uppi þann tíma sem ég á eftir að vera í ráðuneytinu og ætla ekki að hlaupa frá því verkefni, en hvort það tekst að standa við allar áætlunur og þau fyrirheit sem að í raun eru í fjárlagafrumvarpinu, í fjárlögum núgildandi árs, auðvitað ekki hægt að fullyrðum á þessu stigi, en ég hef ástæðu til að ætla að okkur takist að ná það fram verulegum sparnaði. Innan 2 ára verður Nýja Gínea komin í hóp olíuframleiðsluríkja. Kristín Helga segir frá. Ríkisstjórn Nýju Gíneu hefur veitt bandalagi nokkura olíufyrirtækja leyfi til framleiðslu á jarðolíu frá Kutubu olíulindunum sem í fjalllendi í suðurhluta landsins. Forsætisráðherra landsins, Rabina Amalju, tilkynnti þingheimi nýlega að allur gróði af olíulindum yrði í höndum framleiðendana og allir svo yfirlýsing miklu fjaðrafólki meðal þingmanna sem vilja þjóðnýta lindirnar. In return, landowners and local and provincial leaders must honor their side of the agreements. Búist við að kostnaður við undirbúning framleiðslunar verði 1 milljarður bandaríkjadala eða 55 milljarðar íslenskra króna. Til þess að hefja framleiðslu á jarðolíu í Nýju Gíneu þarf meðal annars að koma upp nær 300 km langri olíuleiðslu. Chevron olíufyrirtækið eitt af þeim fyrirtækjum sem standa að framleiðslunni í Nýju Gíneu. Within the next 2 years, we will have oil flowing from the Southern Highlands, and Papua New Guinea will join the elite group of exporting nations. En þá skulum við fá fréttir af veðri. Ekkert. Já, það nú ekki miklar breytingar í aðsigi, þrátt fyrir það að læðin sem hefur nú haft mikil áhrif hér á leiðin í burtu og hefur reyndar valdið miklu óveðri á megilandi Evrópu, flutt þangað bæði heitt loft og mikinn raka og hvassviðri, þannig að tugir manna hafa látið lífið, en það stendur ennþá á landið mjög sterkur norðaustan strengur og núna klukkan 18 voru 9 vindstig á Gufuskálum, 8 vindstig í Æðey og sterkastur strengurinn hér norðvestanlands og reyndar á Annesjum á Norðurlandi 7 vindstig voru þar sumstaðar klukkan 18, en mun hægari vindur í innsveitum, þannig að eitthvað ætti að miða með viðgerðir á rafmagni. En það ekki gert ráð fyrir miklum breytingum til morguns, nema að þessi lægð hérna sem með ákveði snjóabelti hér með sér, þessi lægð áttur að flytja þetta belti hér nær landinu og í nótt mun einhver snjó koma að falla á Suðurlandi úr þessu belti. En hitinn á landinu var svona nálagt frostmarki, komst reyndar hæst í 4 stig á Stórhöfða en var svona í kringum frostmarkið, 3 stiga frost reyndar á Vestfjörðum. Og þetta mun halda áfram, þessi sterki norðaustanstrengur mun halda áfram eitthvað og norðaustanátt reyndar alveg fram á miðvikudag eða fimmtudag. En spákort veðurstofunar fyrir morgundaginn lítur svona út. Það nú orðið gamalkunnugt, norðaustanáttin gnæfir allt og 8 vindstig á Vestfjörðum og merkir eitthvað þeir hafa sloppið þar við rafmagnstruflanir miðað við hvernig veðurhamurinn hefur verið. Nú frost mest allt land núna, það heldur að kólna í veðri sem sagt og þá ætti að draga úr ísingu fyrir norðan. Annars í öðrum landshlutum svona sæmilegt veður, 3-4 vindstig, nema eitthvað verður farið að hvessa hér við suðurströndina og þar verða komin él. Þetta éljabelti getur hangið þarna eitthvað við ströndina á morgun. Og það verður sæmilega bjart veður á Suðausturlandi og Suðvesturlandi en annars skýjað veður allt land og áfram gert ráð fyrir norðaustanátt næstu daga og erfitt að segja fyrir veðurhæðina því að þessi vindstrengur hann hefur nú verið að rokka svona svolítið til og erfitt að segja nákvæmlega fyrir hvar hann ber verst niður. Kristján Már. Þakka þér fyrir. En til þess að fá smá yl í okkur eftir þetta kuldalega veðurkort notalegt að hafa í huga leið og við kveðjum jólin
að sólin hefur verið að hækka á lofti síðustu 2 vikur og dagur nú orðinn 23 mínútum lengri en hann var fyrir jól og dagsbirtan á morgun varir 3 mínútum lengur en hún gerði í dag. En síðasti jólasveinninn Kertasníkir lagður af stað til heimkynna sinna. Við að gera menn sér dagamunni af þessu tilefni og á stjái eru hinn furðulegustu kvikindi. Við kveðjum. Við ætlum að kveðja með myndum frá 13. brennudag. Og þó svo síðasti jólasveinninn sé nú að leið til fjalla, eru foreldrarnir, Grýla og Leppalúði enn í byggð. En það ekki annað að sjá en félagar í Fáki og börn þeirra hafi skemmt sér vel við brennuna við reiðhöllina seinnipartinn í dag. En nú eru jólin að baki og framundan skammdegið, en daginn nú heldur tekið að lengja og ekki ástæða til að leggjast í þunglyndi. Framundan eru þorrablót og árshátíðir. Fríðum, fríðum, rekum yfir sandinn, brennur sól á bakvið allar vell. Hér á reik maður og hreinn úr því fer að skikja á jökulsvell. Drottinn leiðir drösulinn minn, fljúgur verður síðast í áfanginn. Drottinn leiðir drösulinn minn, fljúgur verður síðast í áfanginn. Rekum yfir sandinn, brennur sól á bakvið arnar